Þá komið að skildagatíð eða conditionals. Þetta ensk málfræði með Ödda. Velkomin. Já, skildagatíð. Hvað í ósköpunum skildi það vera og af hverju þurfum við að nota þær? Skildagatíðir eru notaðar til að greina frá skilyrðum fyrir einhverju ákveðnu. Við notum það líka til að velta fyrir okkur því sem myndi gerast ef eitthvað annað myndi gerast. Í þriðja lagi myndum við nota skildagatíð til að velta fyrir okkur hvað hefði gerst ef eitthvað annað hefði gerst. Við förum nánar í hverja og eina af þessum skildagatíðum hérna rétt á eftir. Skildagatíðnar eru 4. Þetta reyndar ekki tekið fram í Spotlight 10 en ég ákvað að hafa þetta myndband örlítið ítarlegra heldur en þar er. Og þær eru einfallega númeraðar frá 0 upp í 3, 0. skildagatíð eða zero conditional. Dæmi hana if you want to study in the USA, you have to pass an exam in English. Fyrsta skildagatíðin eða first conditional hljómar svona: if I pass my exams, I will go on a long holiday. Önnur skildagatíðin eða second conditional hljómar svona: if I had enough money, I would buy a computer. Þriðja skildagatíðin eða third conditional hljómar svona: if I had got a good job, I would have saved more money. Við fyrstu sýn að þá finnum við alveg og sjáum að það ákveðin munur á þeim og ég mun útskýra munin og í rauninni hverja skildagatíð fyrir sig nánar. Ef við byrjum á 0. skildagatíðinni eða zero conditional, þá hún notuð til að lýsa reglum og aðstæðum þar sem einn atburður fylgir alltaf öðrum. Sem sagt, annar skilyrði fyrir hinum og þeir fylgjast alltaf að. Myndunin málfræðilega svona: við notum orðið if í öllum skildagatíðunum. Síðan kemur aðalsögnin í einfaldri nútíð og í seinni hlutanum þá hún líka í einfaldri nútíð. Dæmi: if you break, sem þá nútíðin af sögninni to break. If you break the law, you go, sem líka einföld nútíð, to jail. Automatískt, ef þú brýtur lögin, þá ferðu í fangelsi. Eitt leiðir af öðru. Fyrsta skildagatíðin eða first conditional, hún notuð til að tala mögulega atburði í framtíðinni sem eru háðir öðrum atburðum sem gerast líka í framtíðinni. Hún myndast með því að við notum if í byrjun og síðan kemur aðalsögnin í einfaldri nútíð eins og í zero conditional, en í seinni hlutanum notum við hjálparsögnina will og síðan nafnhátt sagnarinnar án þess að nota orðið to. Dæmi: if you study hard, þannig study í einfaldri nútíð, you will get good grades. Þannig að þessi atburður í framtíðinni sem mögulegur, þar að segja að fá góðar einkunnir, háð því að maður læri vel og af krafti. Önnur skildagatíðin eða second conditional. Við notum hana til að tala ímyndaða, ómögulega eða ólíklega atburði í framtíðinni. Málfræðilega þá myndast hún svona: við notum if plus síðan kemur einföld þátíð af sögninni í fyrri hlutanum. Í seinni hlutanum notum við hjálparsagnar would, could eða might og síðan nafnhátt sagnarinnar. Dæmi: if I had enough money, þannig had í einfaldri þátíð, I would love to do something like that. Þannig kemur love í nafnhætti sem sagt með sögninni would. Þetta ólíklegt að þetta myndi gerast, þess vegna nota ég aðra skildagatíðina. Staðreyndin einfaldlega sú að ég á ekki nógan pening og þar af leiðandi nota ég þessa tíð. Að lokum það þriðja skildagatíðin eða third conditional. Hún notuð til að tala óraunverulegar aðstæður í fortíðinni og til að ímynda okkur atburði sem gerðist ekki. Takið eftir því að þarna við komin í fortíðina. Hún myndast þannig að við notum if plus í fyrri hlutanum notum við síðan þáliðna tíð af sögninni. Í seinni hlutanum kemur aftur would, could eða might og síðan sögnin have, þannig að would have, could have, might have pluss þriðja myndin af sögninni. Þetta hljómar voðalega flókið en ef við skoðum dæmi þá kemur í ljós að það ekkert endilega. If you had been better at football, þannig had been þáliðna tíðin eða past perfect.
You might have, og þriðja mynd sagnarinnar become a professional football player. Ef þú hefðir verið betri í fótbolta, þá hefðir þú kannski orðið atvinnumaður í fótbolta. Ólíklegt, óraunverulegt, þetta gerðist ekki, þannig að þess vegna notum við þriðju skildagatíðina. Þetta myndband væri ekki fullkomnað nema við skjótum inn the bottom line. Skildagatíðirnar eru 4. Það sem þær eiga sameiginlegt er að þær innihalda skilyrði og afleiðingu. Það notum mismunandi málfræði eftir hver merkingin er og þar af leiðandi þarft þú að þekkja vel hverja og eina tíð og vita hvenær þú átt að nota hvaða málfræði til þess að þetta komi allt sem að rétt frá þér. Gangi þér vel með þetta, endilega horfðu aftur ef þetta er eitthvað óskýrt, en þangað til næst.